lengst af sko. Við komum okkur á vörn og spilum mjög góð á vörn sko. Gústi frábær þar á bakvið og það var kannski svona helst svona kafla bara í seinna ári þegar við erum komin of mikið forskot og menn svona kannski þetta í smá komfort svona að vita þetta forskot og svo líka forskot við að leiknum úti að halda ekki áfram með þetta. Ég meina leikurinn var samt alltaf í okkar höndum og það var aldrei hætta þess að fekk leikli bara þess að minna menn á það er mjög auðvitað að breyka 3 mörk eins og var í leiknum úti og þannig að menn haldi þessi bara fókus og við reynum líka bara að nota þetta sem smá spila að fá svona hluti í gang fyrir okkur. Þannig að ég fyrst og fremst verið sáttur þann leik. Vissirðu þetta fyrir Eyvi að þið væri með aðeins sterkara lið en þér? Ég er rosalega erfitt að meta það. Ég vissi að það verður margir mjög góða leikmenn í þeirra liði og bara með þau úrslit sem voru búin að ná í Evrópukeppnum síðustu árum og spila múti þetta út með liðum frá Króatíu og svoleiðis. Við verðum að fara að spila múti bara góðu liði og ungt lið og þeirra besti maður var að fara til Þýskalands, þannig að við vissum þá að það var ok. Liðið er alltaf það gott að vera að leita til þeirra liðið Þýskalandi en við vissum að það væri svona 50-50 allan til að byrja með en þetta var bara leikurinn okkar úti líka mjög góður. Við náðum bara að spila svona solid leiki fyrst mér á móti. Það er alveg til Rússlands framöndan, hefur ekki lengi langað að fara þangað? Jú, ég kom til Litáen og margra ríkja í kring en ég hef aldrei komið til Rússlands og það er bara frábært að fá það tækifæri núna og væntanlega á móti sterkara liði og það er ekki fyrir í október þannig að við erum ekki að pæla því fyrir bara þannig að þeim leikjum fyrir þá en við þurfum að fara að gera eitthvað í fjáröflum, það er ljóst. Það er ekki bara himinleganda tímabilið sem komin á stað? Jú, ég er mjög ánægður. Þetta hefur verið svona þessi basli og vantar bæði Gísla og Jóhann Birgi og það hefur náttúrulega háð okkur svolítið. Við höfum verið að spila mikið á sömu mönnuna fyrir utan og mínir sem eru þar fyrir aftan eru allt svakalega ungir og kannski ekki alveg komnir, alveg kannski ekki það langt að geta fara tekið kannski bara ábyrgð en ég minna strákur þessu Einar fær mikilvægar mínútur í þessum leik og næra að safna í reynslu bankan sem að mun alveg klárlega nýtast okkur þegar líður á þetta tímabili eða þó ekki bara á næsta tímabili. Það verður bara komið ljós, það er undir honum sjálfum komið. Takk fyrir. Takk. Ég er klár. Það er til hamingju með þennan sigur, hvað fannst þið munurinn á liðunum líka? Mér fannst við stjórna tempóinu í leiknum og við náðum að spila góðan varnarleik sem skilaði sér hraðaplökum og við vorum einhvern veginn alltaf með þennan leik í höndunum. Þú ætlar bara að gerast aldrei yfir í þessu leik, eða ekki bara nokkuð vel að fá tíma? Jú, mér fannst við alltaf vera með kveikt á öllu og spila góðan leik þannig að mér fannst við alltaf vera með undirtökin og vorum ekkert að missa þetta frá okkur og sérstaklega við vorum skynsamir sóknarlega þannig að mér fannst það spurning hvernig það myndi klára leikinn. Þegar þessi liðið gróðu saman, gerður einhverja grein fyrir hvernig gæðamunurinn að þið var? Nei, en þegar við vorum að skoða vídeo fannst okkur við betri en þeir. Það var okkar tilfinning að við ættum að geta unnið þetta lið og við náðum að spila 2 góða leiki og klára þeim við þokkalega sannfærandi. Framöndan með liðum til Rússlandi, við vantarlega lengi langað að fara til Rússland. Já, ég held að fáir að góða til Rússland, en þetta verður bara góð menningarferð og vonandi getum við komið okkur svo í þriðju umferð bara. Við höfum ekkert að það lýsa eins og tímabilið bara að fara af stað, ekki bara hægstaðar komið í gang? Jó, þetta er fínt og við erum á góðu róli og nú er það bara deildin næst, við sem deildina án til að við förum í næsta Evrópukeppni. Takk fyrir. Takk. Hvað segir ég er svo þreyttur að segja þetta? Til hamingju með að vera komin áfram. Já, þurfum að því. Hvað fannst þér að skilja liðina? Í dag við erum bara svolítið betri í handbolta eins mér. Þeir eru aðeins í klippingum endalaust fyrir utan þannig sé aldrei að spila í gegnum vörðunni á okkur og svo erum við alltaf með tölvörð hraðarlið þó og svo að þeir hafa fengið mörg hraðarlið út og við vorum líka með nagaðarinn. Þú veist að finna þið vel hann að 10 mörg að ég held að lána þeim til mig? Já, algjörlega, bara svo lengi sem við vinnum þá er ég sáttur en já, þetta var bara flottur leikur í dag og þetta er bara búið að vera stígandi í þessu þannig að við verðum bara að halda áfram þessari röð. Hvað hefur þú að segja þetta dúkla bragðleik, hversu góðir finnst þér að vera? Þeir eru svona fysikalt sterkir sko en kannski svona leikskilningur og svoleiðis það er ekki komið jafn langt við okkur en þetta er fínasta lið á góðum degi þá geta það alveg unnið hvaða lið sem er hérna heima þetta sko. Fáið lið frá Rússlandi í næstu umferð, hvernig líst þér á það ferðalag og það verkefni? Við erum svona Pútín, jú það hlýtur að gegja, ég veit ekkert þetta lið, það kemur bara ljós seinna á vídeófundi en það verður bara gaman eins og það.
tímabilið bara að fara á staði, ég er bara spennt. Já, komið tíminn til bara. Hvíða lengi? Já, heldur betur. Það er bara geggjað að fá fyrir þetta allt. Við erum komið gott að pása. Takk fyrir. Takk.